Já, sælverið, það mér mikill heiður að fá að vera hér til að tala við ykkur og alveg eins og Anna Lind, eins og hérna sá sem ætlaði að tala fyrir þig, Bergljót Gyða, þá sá sem ætlaði að tala hér líka ykkur sólaströnd. En það hún Anna Lind Pétursdóttir sem á megninu til þessa glærur og í rauninni minn svona hugmynda, já, ég á henni mikið að þakka í þessum fræðum. En hvað það? Fór ég við 2? Já. Erfið hegðun, það alveg ágætt að hafa það með í huga. Hvað erfið hegðun? Og við byrjum að því að skilgreina það áður en við förum að vinna með nemendur með hegðunarfrávik og við pössum okkur á því að tala ekki óþekka krakka, þeir eru ekki til. Besti sálfræðingurinn nokkra allra tíma Astrid Lindgren. Krakkarnir sem við erum að fást við, það eru svona Emilar og Lottur og það persónur og ef maður skilur þau börn eins og Astrid gerði greinilega þá maður á mjög góðum stað. En hérna það allir sem að koma í íslensku menntakerfi mjög sammála það að umfangið stórt og einstaklingarnir eru margir sem þurfa hjálp og við kennarar erum pínlítið svona máttlaus. Við okkur vantar verkfæri og við viljum leysa þetta og eins og þið sjáu þarna þá þetta þetta kemur úr rannsóknum eða rannsókn sem var gerð á árunum 2009 til 11 og þá kemur að það reyni allir sem innan skólans, nánast allir sem innan skólans starfa sem á einhvern hátt þurfa að takast á við nemendur með erfiða hegðun. Þú sjáu það var aðeins 1 af hverjum 10 sem þurfti sjaldan eða aldrei og allir hinir þá oftar. Og áfram umfangið, það hafa verið gerðar rannsóknir og við erum að tala 10 til 12% nemenda eru áhyggjuefni hjá kennurum. Þetta auðvitað svona viðhorfskönnun og hún náttúrulega ekki mæld með nákvæmlegum megindlegum aðferðum en þetta allavega tilfinning fólks og það að mínum mati alveg nóg. Því það ekkert eins ofboðslega sligandi sem kennari eins og að hafa ekki úrræði við nemendum með hegðunarfrávik. Og þá erum við komin að því hvað áhrif þetta hefur á kennarana. Það bara mjög streituvaldandi og ef maður hefur ekki þetta verkfæri sem ég núna bráðum að fara að segja ykkur frá, þá getur maður hreinlega gefist upp. Ég hef reynslu í 30 ára í grunnskóla og ég elska þessa nemendur sem eru svona eins og Emil og fleiri, eiginlega þá mest. Skemmtilega áskorun, eiga sameiginlegt að vera fjörugir, áhugasamur ýmislegt. Líka að gera eitthvað sem ekkert alveg hefðbundið og þá einmitt að finna því góðan jarðveg. En við höfum áhrif á þessu og þetta hefur alveg og það bein tengsl á milli kulnunar í starfi og einmitt þessa vandamáls. Og þá getum við spurt hvað þetta á það. Og fyrst og fremst þá viljum við náttúrulega draga úr hegðunarvandkvæðunum en alveg eins og ég meina þið þekkið rósir og þið þekkið kaktusar. Við viljum ekki búa til kaktusa úr öllum rósum og rósir úr öllum kaktusum og við reynum það ekki neitt. Við reynum heldur ekki að við djöflumst ekki á plöntunni ef eitthvað gengur að plöntunni þegar við erum í garðyrkjunni. Nei, við skoðum jarðveginn, við athugum hvort hann fái nógu ljós, og þið veitir næringin og vatnið og allt þetta. Það sama í rauninni það sem við þurfum að gera við nemendan. Og hér erum við með þessar stigskiptu aðferðir og leiðir sem í rauninni skilt þríhyrningnum sem hún var einmitt að segja núna frá. Þannig hvað núna erum við með nemendur og þarna í græna svæðinu sem lang stærsta, sem 80 til 90% nemenda, við skulum ekki gleyma því, 80 til 90% nemendana eru bara A4 eintökin og eru veggjablómin eins og sumir kalla. Og svo erum við með gult svæði, þar sem eru krakkar sem aðeins kannski eru pínlítið í áhættunni og við viljum mæta þeim. Við gerum það með einhverjum svona hópeflis aðferðum. Hugsanlega komum við með hvatningakerfi inn í bekkjastjórnunina og svo erum við með þessi 4 eða 5% sem efst standa eða 1 til 5% sem þurfa þá alveg sérstök úrræði sem eru þá byggð á virknimati. Þetta reyna að finna út hver tilgangurinn með öll saman. Já.
Aðferðir til þess að draga úr alvarlegustu hegðunar erfiðleikunum. Það geysilega mikilvægt þetta virknimat. Það hagnýtt atferlisgreining í því og við bregðumst við mismunandi eftir því hvað við fáum út. En virknimatið bara til að finna út hvað það sem veldur þessari hegðun. Því við skulum ekki gleyma því að öll hegðun hún hefur tilgang. Og við Íslendingar erum mjög langt aftur þarna á merinni því að við sendum börnin til sálfræðinga og þau fara jafnvel á lyf og hlutinni ganga mjög langt í greiningum án þess að hafa prófað að bjóða þeim upp á einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á virknimati. En í Bandaríkjunum þá þetta bara skylda. Það voru lögleidd vinnubrögðin í Bandaríkjunum að allir sem eiga við eitthvað svona vandamál þá fyrst að prófa virknimat á einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Áður heldur nokkuð annað gert. Þetta kerfisbundin leið til að meta virkni og tilgang hegðunar. Það verið að reyna að greina aðstæður og aðdraganda sem ýtir undir þessa erfiða hegðun og það skoðum við með því að skoða aðdragandan, hver hegðunin og svo hefur hegðunin aftur afleiðingar og við vitum aldrei hvort að festa óheppilega hegðunin í sessi, hvort það það sem gerist á undan þessari hegðun eða það sem á eftir henni. Ég hef til dæmis oft staðið mig að því að það ég sem viðheld hegðunin hjá nemandanum með því að veita honum athygli á ekki góðum tíma. En lykilspurningarnar sem við viljum fá svar við þegar við framkvæmum virknimatið eru þessar þarna sem á glærunni standa. Það að segja hvaða aðstæður auka líkurnar á hinni erfiðu hegðun, hvað kemur hennar stað, hvaða afleiðingar eru svo að viðhalda, eins og ég var að segja. Og þar með erum við búin að finna tilganginn. Tilgangurinn mjög ofta að losna við leiðilegt verkefni og þá miklu betra að vera hent fram á gang þó að jafnvel fara í ferðalag til skólastjórans en maður losna við þetta leiðilega verkefni. Þetta kom alveg greinilega fram í rannsókninni minni sem ég skrifaði meistaraverkefnum mitt árið 2011. Þeir bara sögðu þetta beint út, bjó upp í geði á manni. Þetta kerfisbundið mat, áhrif á þáttum erfiðar hegðunar og við gerum þetta með því að skoða aðdragandan og við förum alveg, horfum á það, við tökum líka viðtöl og við prófum hvort að við séum nú rétt sem við erum með í huga. Við skoðum hegðunina sjálfa og við skoðum bakgrunnsáhrifavaldana. Það getur verið svona eins og hvort að barnið sefur illa, hvort að hefur tekið lyfin sín, hvernig þið líður heima, hvernig líður þið í aðstæðum, kannski þessi hópur ekki alveg nógu góður fyrir þeim og svo framvegis. Allt þetta skoða maður og svo afleiðingarnar og maður reynir að finna tilganginn með hegðuninni. Þegar að það fundið, þá getur maður alveg farið að vinna með kannski eitthvað af þessum til þess að breyta því. Af því maður veit að viðkomandi vill eitthvað ákveð. Ef verkefnið til dæmis óbúslega erfitt, þá miklu flottar að nefandi geti sagt, þetta verkefni, ég ræði ekki við það, en ef ég fengi ritara þá væri það miklu betra. En gæti vel verið að einhvern tímann á einhver augnablikki þá hafði nefandi tekið bréfið, horft á mann svona og rifið það. Og oft upplifa það. Úrræðin, þau þurfa þá í fyrsta lagi að beinast að áhrifavöldunum, þessum bakgrunns og þá getur maður þurft að tala við foreldrana og benda nú á að barnið sé nú kannski illa sofið og svo framvegis og ýmislegt annað sem snýra þessu sem bak og undirliggjandi og maður þarf að breyta einhvern veginn aðdragandanum sem gæti til dæmis verið að búta niður verkefnin, ekki hafa þau svona löng, búta einni bók í hefti, velja á milli, þetta allt saman mjög sniðugt og síðan að þjálfa þessa viðeigandi hegðun því hana þarf að læra. Nemandinn hefur ekki, kann hann ekki og þá þýðir ekkert að segja vertu þægur. Hvað það? Og svo þarf að styrkja þetta með því að, við tölum bakgrunn, nú kann ég ekki alveg á þess að glærur Anna Lind mín fyrir gefðu. Þetta átti að vera í gangi meðan ég væri að tala, fyrst bakgrunnsáhrifavaldana, síðan aðdragandan og þá það hvað blómstrar allt saman þegar við erum búin að setja fræið og svo vökvum við reglulega sem alveg eðlilegt fyrir alla plöntur
og þá kemur náttúrulega sólin og þessi líka rosalega flotti nemandi. Ég var bara ekki búin að æfa mig nógu vel. En svona á þetta íti allt að verða. Og merkilegt nokk að þá virkar þetta. Í Auðaskóla, Dölum, þá köllum við þetta lausnaleit. Verkefnið heitir lausnaleit. Þetta sem sagt þá í rauninni, við byrjum á því að lýsa góðum og fyrir hvað stendur nemandinn. Við finnum alla mögulega eiginleika og það getur vel verið að fólk getur stundum nátt í vandræði með að búið að glíma við einhvern nemanda lengi sem að dálítið mikið í einhverju sem ekki alltaf átt að vera. Þá getur stundum orðið áskorun að finna eitthvað jákvætt. En maður þjálfast þvílíkt í þessu. Að það bara leikur einn. Ég sko alltaf á fóninum hérna tilbúin eitthvað vantar aðstoð við það. Og við stöfnum upplýsingum og við erum með áhorf. Við mælum hversu lengi nemandinn til dæmis að vinna í 20 mínútur í einu og við mælum hversu oft hann truflar og svo framvegis. Út frá allir þessu búum við til einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Síðan metum við hvernig árangurinn kemur fram. Við erum ekki bara að gera þetta í eitt skipti fyrir öll og þá er það bara búið. Nei, heldur þurfum við að meta hvernig gengur og svo þurfum við að draga úr þessum til dæmis umbunum og öllu því sem baka þetta gengur til þess að viðkomandi verði nú ekki bara stuðningsáætlun alla ævina. Nei, ég að grínast, það myndi aldrei gerast. En nú ætlum ég að segja ykkur hérna frá niðurstöðum frá Önnu Lind. Hún framkvæmdi þetta, hún var með námskeið á árunum 2009 til 2014 og það er eiginlega sólskins saga að segja frá því hvernig henni gekk og hvernig nemendum hennar gekk öllu heldur, af því þarna er þetta sett allt saman upp í svona tölulegan árangur. Og þátttakendur voru hvorki meira en minni 188 háskólanemar og flestir voru í framhaldsnámi í uppeldis- og menntunarfræðum og þar voru helmingurinn í sérkennslufræði. Þetta voru 70 nemendur með langvarandi hegðunar erfiðleika og nú erum við að tala um ekki háskólanemana, sjáðu til. Og ég veit alveg að þetta nær til þess að yngri nemendur heldur en þessi málstofa gengur yfir en enga síður þá eru niðurstöðurnar mjög athyglisverðar. Og það eru náttúrulega fleiri piltar, það er einhvern veginn lögmál. En ég held að við gætum alveg munstrað stuðningsáætlanir byggðar á virknumæti fyrir stúlkur því það eru mjög margar vanvirkar eða eitthvað annað. Við tökum bara mest eftir fjörkálunum okkar. Svo sjáum við hvernig þetta var, þeir eru 25 með ADHD, 12 með násarleika, 6 með röskun og einhverfurófi, 6 með málröskun fyrirgefiði, 5 með kvíðaði þunglindi, 5 með mótþróþroska-röskun, 3 með þroskahömlun og 2 með Tourette-heilkenni. Og nú förum við bara beint í niðurstöðurnar. Það er bara ekki flóknara frá því að segja heldur en að truflandi hegðun minnkaði meðaltali 78%. Þið sjáuð að dökkbláu súlunar eru fyrir íhlutun og þær ljósbláu eru eftir. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Og breytingar á árásarhegðun breytist 88%. Og svo síðast en ekki síst breytingar á virkri þáttöku. Þar jókst þáttakan 91%. Trúið þessu? Má segja, hvað margir hafa prófað stuðningsáætlanir byggðar á virknumæti? 1, 2, 3, já. Nú langar mig bara til að segja ykkur aðeins frá því hvað við erum að gera í Auðaskóla. Þangað kom ég til starfa árið 2008, eða 2009 allir heldur, og lauk námi við menntavísindasvið 2011 og 2012 fengum við styrk frá Sprotasjóði í verkefnið. Þetta náttúrulega var eins og sólskinssaga, gekk alveg rosalega vel og það er bara, gerum langa sögu stutta, ég er ennþá starfandi sem verkefnisstjóri í svona vinnu í Auðaskóla. Og í dag og síðustu 2 ár er ég búin að vera með 30% starf sem verkefnisstjóri og 70% sem kennari. Og við erum svona meðaltali, inn í áætlunum hjá mér eru svona meðaltali 7 krakkar á ári. Að vísu eru hluti af þeim, eru krakkar sem hafa verið eru fleiri en 1 ár. Til dæmis börn sem eru á einhverfurófi. Og þá er þetta meira svona eins og þeirra sjónræna skipulag.
en það allir alveg hæst ánægðir og ekki minnst foreldrarnir. En það sem ég hef nefnilega klikkað á að gera, svolítið gaman að heyri inn í hérna sem var að tala hérna fyrir málstofunni, það sem var að tala skýrslugerðina og samantektirnar og allar. Þær hef ég nefnilega ekki verið alveg að sinna. Því að mér finnst mest gaman að vinna bara á gólfinu og sjá árangurinn bara þar. En ef ég ætti fara að sýna svona flotta súlur eins og Anna Lind, þá myndi mér svona aðeins, já, ég get það ekki gengið. En það sem að mér finnst vera helsti ávinningurinn, og það allir sammála það, er það að starfsfólk í Auðaskóla, nú sá ég þetta þegar ég var að lesa þetta eftir ég hafði sendt, að ég hef nú ekki átt að láta þetta standa þannig að allt starfsfólk það ekki í anda virknimats og einstaklingsmiðra stuðningsná. Maður á aldrei að segja allt og aldrei að segja aldrei og aldrei að segja skilið hvað ég meina. En við getum sagt að flest starfsfólk skólans meðvitað, skilningsreitt og lausnamiðað. Aðferðirnar eru komnar til að vera. Og það sem ég finnst dásamlega að heyra mismunin, það er hérna eitthvað vandamál í gangi, það þarf ekki að vera merkilegra eða sem sagt svona fingra í vöfum heldur en að nemendur sé eitthvað orðin svona slappir við að raða skónum sínum. Og þá heyrir maður alveg býtu, hvernig var þetta aftur? Hvað eigum við að gera? Já, við eigum einmitt að standa á verki sem að gera þetta almennilega. Það er málið. Það er nefnilega vegna þess að lögmálið er að hegðun hún hefur tilgang. Og það er, tilgangurinn getur verið að ná athygli annarkvort nemenda eða kennara. Og það getur líka verið að losna við verkefnin. Og samkvæmt mínum niðurstöðum úr rannsókninni sem var eigindleg, þar sem ég tók viðtöl við 23 einstaklinga þessar aðferðir, þá kom það mjög vel í ljós frá nemendum sem voru 16 ára því ég var að taka viðtali við þá, að það var þetta tvennt. Það var mest samt að losna við leiðilegu verkefnin. Og við skulum ekki gleyma að öll athygli eykur tiltekna hegðun. Þannig að gerðu það fyrir mig, veittu því athygli sem þú vilt hafa meira af. Þetta er ekki meiri geimvísindi en þetta. Og ef við náum því, þá er rosalega margt unnið. Ég langar bara svona í lokin að sýna ykkur hérna nokkra hvatningabækur sem eru þá aflengin eða vinnan mín þegar ég bý til einstaklingsmiða stuðningsáætlun. Þarna erum við til dæmis að tala dreng sem á að vinna að þessu markmiðum að koma í kennslustofu. Ég meina þetta er drengur sem stundum gleymir sér bara út á leikskóla, út á velli því það rólan skemmtileg og svona. Og svo að vinna, kemur vel fram og fer beint í næsta tíma eða út. Og svo eru þarna fögin hans skrifuð og það er broskall og nú er þessi kútur sem hann er búið, þetta er sem þriðja árið hans með, hann er á einhverfur og hann er fann að merkja inn í sjálfur. Og nú er komin hérna lengst til hægri, er komin hérna dálkur þar sem að kennarin eða fullorðin hérna manneski sem var að vinna með honum á að kvitta fyrir hvort að hans undirskrift var rétt. Hérna erum við aftur með annan hérna aðra útgáfu þar sem að við komum til fær reglulega hlé, mjög mikilvægt til að sjá það hver reytur þarna eru 10 mínútur. Fyrsta línan er það sem págagurinn það eru sem sagt 10 og svo svo er hann í frí eða tekur pásu í 10 mínútur og svo aftur. Og næsta er ennþá flóknari. Hérna erum við að tala algjörlega hreint, þetta er náttúrulega bara það þarf nú eiginlega bara doktorsgráðu til að skilja þetta. En þetta er tvískipt. Þessi einstaklingur átti eiginlega meiri vandræðum út í frímínútunum heldur en inni. Og þess vegna er neðsta línan sem tekur saman prósentuna það er hversu vel honum gekk úti. Og ef hann hefði ekki fengið neinar svona kvartanir, þá var það sem sagt, þá gekk dagurinn. En hann er núna orðin sem sagt í skólanum hann eiginlega svona framvörður einstaklingsstuðningsáætlana, því að hann er komin svo upp í skólan. Þetta átti bara að taka á frímínútum og fyrst til að byrja með þá var það eitthvað sem það er miklu erfiðara að mæla það til dæmis. Af því þetta, maður getur ekki hérna setið og mælt nákvæmlega hvort að viðkomandi var við vinnu og svona, en átökin, gleymanlega, þetta er bara eitthvað sem ég hef þróað og gert það þannig að það verði heildstætt og ná út fyrir skólastofuna. Þetta er bara praktískt. Og við endum hérna á lykilatriði, hegðunar erfiðleikar hafa víðtæk neikvæð áhrif og fjölmargar leiðir til þess að veita nemendur með hegðunar erfiðleika stuðning til að nýta hæfileika þeirra, ekki gleyma því. Þetta eru allt hæfileika ríkir einstaklingar. Og við megum ekki gleyma því heldur að við erum í sama lið og nemandinn og við erum að nota fyrirbyggjandi styrkindi aðferðir
byrja með litla kröfur og auka svo sjálfstæði og færni hægt og rólega, ekkert neina einhverjar, þið vitið, engar kollsteypur og þetta þarf alltaf að vera í sífelldri breytingu og herða upp á kerfinu og stuðla langvinnum árangri með því að kynna nýja færni og hengja þá sem náttúrulega styrkja. Þannig að þá þetta farið að virka á sjálfu sér vegna þess að við viljum ekki að einhver krakki sé með endalausar umbanir fyrir allt sem hann er að gera. Og við hugsum í lausnum og það er alltaf einhver leið. Það skal vera. Og þess vegna á aldrei að gefast upp. Reyna bara betur. Lesefni? Lesefni. Þið nú svo fljóta að lesa, þetta ekkert vandamál. Takk fyrir.